gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, komið sæl og blessuð. Við ætlum að halda áfram umræðu Samstöðarinnar stöðu fjölmiðlunar, svona einkum hér á landi, en einnig að nokkur leyti á heimsvísu. Fyrra sumar kom hér Kristinn Hrafnsson og lýsti því yfir að með Assange niðurstöðunni væri búið að dæma blaðamennsku saknæma. Hann hefur síðar haldið því fram að blaðamennskan sé dauð. Það hafi verið haldin málþing stöðu fréttamennskunar hér á landi. Það var vel sótt en þar voru eiginlega engir blaðamenn. Ég veit ekki hvort það var til marks það að blaðamennskan er dauð. En við höfum síðan haldið áfram með hana bolta á lofti hér á Samstöðinni. Okkur finnst blaðamennskan það mikilvægt þjóðfélagsfyrirbrigði, gjarnan kölluð hornsteinn lýðræðis, og við erum að tala eitthvað sem hefur verið líkt við fjórða valdið. Okkur finnst blaðamennskan verðmætari og dýrmætari en svo að það sé hægt að hundsa hnignun hennar, og ætlum að halda áfram að ræða stöðu blaðamennskunar. Tveir góði gestir komnir til þess að hjálpa mér með umræðan í dag. Jón Trausti Reynisson, ritstjóri Heimildarinnar, velkomin. Framkvæmdastjóri, akkurat. Og Freyja Steingrímsdóttir, framkvæmdastjóri Blaðamannafélagsins, velkomin. Takk. Freyja, ég var að reyna að fiska upp úr þér hérna fyrir þáttinn upplýsingar bara fjölda blaðamanna, bara stöðugildi miðað við það sem að margir svona rosknir blaðamenn eins og ég hafa verið að halda því fram að það hafi verið til eitthvað sem við höfum kallað gullöld og miklu fleiri og dýnamiskari fjölmiðlar heldur en í dag, stærri ritstjórnir. Veistu hvað blaðamannum hefur fækkað mikið á Íslandi svona síðan þessi gullöld var, ef hún var þá einhvern tíma til? Nei, þessar tölur eru ekki til og hafa ekki verið teknar saman og við vorum nú að velta þessu fyrir okkur daginn og þá hvort að til dæmis fjölmiðlanefnd eða einhver ráðuneyti hefði verið að fylgjast með þessum upplýsingum eða væri til einhverja tölur upplýsingar. Það virðist ekki vera. Við vitum náttúrulega að það hafa komið skörð, ég meina þegar torg fyrir á hausinn og Fréttablaðið þá kemur náttúrulega skarð og margir blaðamenn þar hafi vissulega fengið vinnu við blaðamennsku áfram, þá gerðu það sannarlega ekki allir. Margir þeirra fengu líka vinnu við almannatengsl. Já, einmitt. Og þannig að í rauninni er eina sem er vita hvað eru sirka margir starfandi blaðamenn í dag. Já. Og það eru kannski rúmlega 500 á Íslandi, þá með blaðaljósmyndurum og sjálfstætt-starfandi. Það eru mjög fáir sjálfstætt-starfandi blaðamenn sem óvanalegt með hinn Norðurlöndin. Það er ekki auðvelt að vera sjálfstætt-starfandi blaðamaður á Íslandi og engin menning fyrir því í rauninni, eða lítil menning fyrir því á miðlunum að ráða sjálfstætt-starfandi blaðamenn nema þá í einhverju tilfallandi verkefni sko. Að mér skilst, kannski getur Jón Trausti upplýst betur það, en já, þessar tölur eru ekki til, en þetta er eitthvað sem allir segja. Já. Það voru mikil fækkun og svona, já. Svo hefur maður líka fundið fyrir því að bara það að sinna aðhalds- og eftirlitshlutverkinu, sem stundum kallað varðhundshlutverkið, að bara kúltúrinn á bakvið það, hann er bara þyngri í dag, finnst mér. Og við sjáum þess stað ekki bara í fréttamennskunni, heldur líka bara eins og í krítík. Að nú ætlar einhver bara að krítisera leiksýningu eða tónleika, tónlistarmannesku, bara svona eins og var hefðbundið fyrir 20 árum, eins og við Jón Trausti munum, að það var bara alls konar tegundir af dómum sem komu, bara hauskúpur og 0 stjarna og allt það. Það bara leggst allt á hliðina, það verður bara allt brjálað. Þannig að þetta er svona auka vandi. En það náttúrulega þekkist líka að það sé gripið svona til jaðarsetningar á gagnrýndum, eins og vorst að segja. Mjög. Man eftir fyrir cirka 15-14 árum þá var leiklistagagnrýnandi DFF sem ég vann þá á. Sem sagt, hann var rauninni sviptur gagnrýnenda miða sínum hjá Borgarleikhúsinu af því að hann var með ekki nóg gagnrýni. Það gekk svo langt. En varðandi tölurnar starfsmenn á ritstjórnum á Íslandi þá
þá sendum við þessar upplýsingar á hverju ári til fjölmiðlanefndar stöðugildi eftir því hvort að fólk að vinna við upptökur, ljósmyndir eða á ritstjórn, þannig að fjölmiðlanefnd á að vera með þessar tölur hjá sig. Já, frá því að ríkisstyrkinu voru teknir ætti þetta að vera til, já. En það var náttúrulega, það ekki svo langt síðan. Nei, en samt, hún ætti að vera með þetta, við ættum að hafa þessi gögn en við erum ekki með þau. Já, og náttúrulega félagar í blaðamannafélaginu eru líka upplýsingafulltrúar, þannig að... Já, ég reyndar, en það við getum flokkað eftir þannig skoða þessar tölur nú bara áðan, sko. Svo líka hægt að fylgja peningunum og eins og gert í blaðamennsku og sjá hvernig tekjur fjölmiðla hafa þróast og þá alveg áberandi að tekjur þessar blaðamennsku miðla, maður á að segja þannig, vikublöð, dagblöð hafa fallið mjög mikið til viðbótar við tekjur sem falla niður vegna þess að fréttablaðir ekki lengur til. Þannig að það vissulega hnignun en hvort að hnignunin sé orðin algjör, það spurning sem fólk verður að svona. Þetta þetta alþjóðleg þróun sem undrustur að tala þetta við sjáum þetta alls þar í heiminum að bara tekjumódel fjölmiðla náttúrulega ganga í raun varla upp lengur, þess að það mjög erfitt að lifa á auglýsingum þegar að tæknirisarnir Google og Meta svo til sín langmesta auglýsingatekjum. Milli 50-60% hérlendis. Já, og það mjög skökk samkeppnisstaða því að þau borga ekki skatt af tekjum frá íslenskum auglýsingum. Þannig að það aukalega og hafa náttúrulega allar þessar upplýsingar notendur sem þannig að þau hafa í rauninni færa á að vera með nákvæmar auglýsingar en miðlarnir. En þannig að þetta eitthvað sem hefur verið að sjást út allan heim og það í rauninni þess vegna sem að mörg af þessum vestrænu ríkjum að taka upp þessa ríkistyrki sem hafa þetta verið gagnrýndir líka en þetta bara þróun sem eiga sér stað til þess að á meðan í rauninni að verða þessi breyting allavega á tekjumódelinu. Svo spurning hvort það kom eitthvað annað í stað en ríkistyrki seinna, sko. Það alltaf sýnt sig að það ákveðið módel sem að geta gengið upp og kemur svolítið á óvart einhvern nátt að hafi gengið upp. Það til dæmis áskriftamódel New York Times. Já, einmitt. Og okkar fjölmiðill hefur líka náða að standa undir sér. Heimildin og áður þá stundin og með áskriftum, þar að segja. En væruð þið enn í loftinu ef ríkisstyrkirnir hefði ekki komið? Já. Er ekki skipt sköpum? Við náðum að skila afgang í rekstri áður en að ríkisstyrkinir komi sem var endar algjör undantekning í fjölmiðlarekstri þá. Það sem myndi einfaldlega gerast væri að við værum færri. Þetta að allir þessi styrkir renna mjög einfaldlega í það að bæta við fólki og gera meira. Efla. En ætlað að efla en ekki í rauninni halda uppi ósjálfbærum rekstri, sko. Þess vegna það bara eitt sem vantar inn í þessa ríkistyrki. Það að einhvers konar ákvæðum að það sé ekki hægt að reka fjölmiðla í viðvarandi tapi með niðurgreiðslum frá hagsmunaaðilum, eins og dæmir og fá ríkistyrki ofan á það. Ertu að tala um Mokan? Að einhverju leyti að tala en ég líka bara að tala almennt þennan möguleika að fjölmiðlari ef við horfum að þetta bara út frá viðskiptum út frá fjárfestum þá eru fjölmiðlari ekki að skila hagnaði á Íslandi svo nokkru nemi hins vegar þá alveg gríðaldi verið í markasmálunum þar að segja eins og við nefnum Mokan þar hafa bara forsvarsmenn félagsins þar hreinlega sagt frá því að þeir séu að halda út í Mokan til þess að hafa áhrif á umræðum auðlindagjöld og Evrópusambandsaðild og slíkt og núna sjáum við mjög aktífa í stjórnarandstöðinni þeir eru að skrifa öðruvísi fréttir með öðruvísi efnistökum heldur en maður hefði nokkuð sem séð á skrifum Sjálfstæðisflokki bara svo dæmis nefnt. Það gott að blessað en hvers vegna má Manchester United ekki skila tapi stöðu tapi vist miklu tapi skulle ég segja án þess að vera refsað í ensku deildinni í fótbolta en íslensk fjölmiðlafyrirtæki skila tapi ár eftir ár
með niðurgreiðslum frá hagsmunaaðilum sem hafa greinilega áhrif á efnið, allavega skulum segja skoðanefnið, við setjum bara markið þar. Þetta náttúrulega ekki, ég geti myndið mér að blaðamannafélagi vilji bara halda út í öllum fjölmiðlum og allt það, en ég held að ríkisstyrkir ættu verið skilyrti við að það sé sjálfstæði. Sko, ég skal ekki segja það, en hérna það eru náttúrulega frekar rúmar úthlutunarreglur á ríkisstyrkjum í Íslandi. Það hafa, eins og í Danmörku, þá eru til dæmis strangari reglur frumsamið fréttaefni en hér. Hvernig þá? Hvernig er það bara að það þarf að vera meira en 30% ritstjórnarlegt efni á dönsku sem má ekki vera þýtt eða fengið annars staðar frá, heldur bara gert af blaðamanni á ritstjórn. Svo getur það fengið aukastyrk ef það er meira en 70%. Það eru alls konar svona reglur þú veist, sem að hafa verið teknar upp og það er mjög mismunandi eftir Norðurlöndunum. Þannig að það er svo sem ýmislegt þar sem að skoða, en spurningin er kannski líka hver á að borga fyrir samfélagslega mikilvæga blaðamennsku. Þú veist, það er ekki alltaf... Og hvað er samfélagslega mikilvæga? Já, og það er umræða sem þarf að eiga sér stað kannski á Íslandi, en það er alltaf spurning ef það er mjög kostnaðarsamt að fara í til dæmis umfangsmikla rannsóknarblaðamennsku á mikilvægum málum, eins og Jón Trausti þekki væntanlega sem framkvæmdastjóri Heimildarinnar, og það er kannski talsvert ódýrara að fara að fjalla nýja bygginni Dorrit eða eitthvað, skilur sem að fær kannski fleiri klikk og meiri lestur, og þá er spurning, er það fyrirtæki, er það almenningu með áskriftum, á ríkið að sjá hluta af þessu, og svo er vandamál hérna á Íslandi sem er einstakt, að það er engin sjálfstæður sjóður sem að blaðamenn geta sótt í fyrir verkefni, hvorki inn á ritstjórnunni sjálfstætt. Og það þekkist ekki neins staðar annars staðar í Evrópu. Í Evrópusambandinu eru mjög stórir pottar sem að við getum sótt eitthvað aðeins í, en ekki á sama skala og blaðamenn annars staðar sem eru innan Evrópusambandsins. Og svo þeir sem eru utan Evrópusambandsins, eins og Norðmenn, þar er bara mjög stöndugur sjóður sem heitir Frítt orð, sem að styður bara markmiðan sem beinlínis að styðja við tjáningafrelsi. Og þar er hægt að sækja í Digrannsjóð fyrir samfélagslega mikilvægri blaðamennsku. Já, ég held þú, fyrir ekki aðeins áður en ég hleypið þér að, ég held þú hafir orðað einhvern veginn þannig við mig fyrir þennan þátt, við vorum að spjalla saman, að stjórnvöld hér innanlands væru að leyfa blaðamennskuna að drabbast niður með öðrum hætti en á Norðurlöndunum. Já, þetta er náttúrulega bara raunveruleikin sem við sem blasir við okkur. Það var einhver norskur rithöfundur í viðtali við BBC daginn og var að lýsa því hvað það væri svakalega erfitt að gefa út bækur í Noregi, vegna þess að það væri bara, ef maður rétt, er ekki 5 milljónir íbúa. Við erum náttúrulega tæmlega 400.000 senast er í gáði, og þar á meðal stór hluti sem lesa ekki á íslensku. Þannig að þú getur rétt ímyndað hvernig þetta er á Íslandi. Fyrir utan hinn áhrifin sem eru að segja eins og svo að það eru stofnaður blaðamennsku sjóður, hver situr í úthlutunarnefnd þar, hverja þekkir viðkomandi, hvaðan kemur viðkomandi, hvernig á að meta verkefnin. Það er örugglega hægt að manna svona nefnd, en maður er bara svo svakalega fljótur að reyka sig á það að maður þekki mann á Íslandi. Þegar maður er í umfjöllunum sem er ekki vinsælar hjá ákveðnum aðilum, þá allt í einu svona logar tengslanetið hjá viðkomandi og hagsmunum. Ég held að þetta er samt klárlega áreynandi svo lengi sem að í rauninni blaðamenn sjálfur hafa umsjón með sjónum, að þeir hafa aðkomu. Já. Það er eflaust hægt, en varðandi það sem við vorum að tala um áðan, að blaðamennskan sé í erfiðri rekstrarumhverfi, það kemur á móti að kostnaður við að ná í ýmsar upplýsingar og vinna úr upplýsingum og miðlæðum hefur lækkað alveg verulega, og það sem er kannski skrítið við fjölmiðlastyrkina annað en erfitt að eiga við, það er að þú færð í rauninni sama styrk fyrir vinnuna eins og við vorum að glíma við lengi hjá Stundinni, að því við vorum með áskriftamódel, að við unnum einhver umfjöllun sem kannski tók segjum bara viku að vinna,
Smellifréttamiðill var búinn að taka kjarnan úr efninu á hálftíma, með hálftíma vinnu, birta hjá sér, fekk meiri lestur á efnið, jafnvel bara hrós fyrir merkilega blaðamennsku og svoleiðis í kommentum. Svona afritana blaðamennska er eðlilega orðin svolítið stór hluti af blaðamennskunni og það er ekki bara afritun af efni áskriftarmiðla augljóslega, heldur það fyrst og fremst að við sem blaðamenn erum að fá send efni, tilbúið efni hérna og þaðan og stór hluti af blaðamennskunni sem væntanlega á eftir að verða þessi hluti blaðamennskunni á eftir að farast yfir í vantarlega svona gerfugreindavinnu fyrir en síðar að stór hluti bara unnin hjá stofnunum fyrirtækjum. Mjög stór hluti, það var gaman að rannsaka það. Einmitt. Og sko það eru margar fleiri spurningar finnst mér í þessu líka eins og þegar menntamálaráðherra í svona litlu ríki eins og okkar er að gefa gjafir er ekki líkur á að fjölmiðlar taki þennan tiltekna menntamálaráðherra og jafnvel flokkinn hennar meiri silki hönskum heldur en að það væri ekki verið að deila út gjöfum og er ekki meiri hætta á að það gerist í svona fámennu ríki þar sem allt veltur á klíkum og tengslum og nálega eins og þú varst aðeins að koma inn á heldur en í stærri ríkjum. Ég sé að það er meðvitað ákvörðun að viðhalda þessari hættu vegna þess að þessir þú getur ímyndað að ríkistyrkir vegna kostnaðar ársins 2024 það hefur ekki ennþá verið ákveðið hvort það verði endanlega þó að ráðherrann hafi lýst afstöðu sinni til 1 árs og það ég reynilega átta mig ekki á ég átta mig svo sem á því að þetta færi þeim með einhverjum hætti auki mikilvægi, aukin áhrif að geta haldið þessu opnu en ég er nú ekki vissum að það hafi þau áhrif að ráðherrann njóti nokkrar friðhelgi eða eitthvað þannig en við lifum við mjög miklu óvissu í rekstrinum vegna ákvörðunar þeirra að hafa þetta ekki lengra. Og stöð eins og þessari sem ég vinn á samstöðinni við spriklum bara alla vikuna við okkar lífslíkur fólust í því núna þegar Bjarni sprengdi síðustu stjórn að við fórum bara að fara í beinar útsendingar öll kvöld og hér vinnur fólk bara sko allan sólarhringinn 7 daga í viku fyrir engin laun og ég held að sé bara þannig með mjög marga fjölmiðla að fólk er að vinna miklu lengri vinnudag en það ætti að gera. Það hefur oft verið talað að fjölmiðla umhverfi blaðamanna að umhverfi blaðamanna tekju umhverfi sé vont, vinnutíminn sé erfiður og launin séu lág en ég er búin að vera í þessum bransa næstu 40 ár eða það er ekkert næstu 40 ár 41 ár í haust verið búin að vera í þessum bransa einmitt og frá því að ég fór fyrst að fá tekjur sem frílans ljósmyndari norður á Akureyri fyrir nútíman það ágæta blað sem þið kannski vitið nú ekki margt þá hefur einhvern veginn bara hægt og rólega finnst mér stuttasagan alltaf verið erfiðar og erfiðar að verða blaðamaður og þetta er svolítið á tímum þar sem að sko áhersla á hið efnalega hefur aukist og maður til dæmis tekur eftir því þegar maður ræðir við ungt fólk að þau leita mjög eftir fjárhagsöryggi. Ég held að sé stærri ákvörðun að verða listamaður þegar þú ert 18 ára að útskrifast úr framhaldsskóla í dag út af því að 18 ára krakki hann lítur þannig á að tekju umhverfið þetta sé of stór sens að taka að verða listamaður með það þegar mín kynslóð bara stökk út í hvaða sundlaug sem var og við trúðum því allt myndi blessast og einhvern veginn var það þannig að allt blessaðist en sko mér finnst bara allt og lítil umræða að vera þetta mér finnst einn fjölmiðill á landinu hafa það rosalega gott við fengum 6 milljónir í fjölmiðlastyrk og hann fekk held ég 6.000 milljónir 1000 sinnum meira og svo erum við að tala um einhverja 2-3 milljarða auglýsingatekjur þar á undan. Þessi eini miðill sem hefur það dálítið gott á Íslandi heitir Ríkisútvarpið. Já, hann náttúrulega fær mjög miklar tekjur bæði beinframlög og svo þetta af auglýsingamarkaði líka. Svo það sé sagt þá er það nú samt svo að það sem er sterkur ríkismiðill er fjölmiðlaflóran yfirleitt sterk líka. Þannig að þetta þarf nú ekki að taka af
neinum, en það alltaf þessi spurning hvort að RÚV þurfa að vera auglýsingamarkaði. Og við höfum séð það núna í HM í handbolta að þau hafa alltaf tíma til þess að skjóta inn orði í hálfleik af því það svo rosalega intens auglýsingasalan. Og þessar auglýsingar, þær birtast þá ekki hvorki hjá þér nýja mér. Það náttúrulega mjög vont þegar að líka kannski fréttastofa RÚV sem sagt háð því að það sé seldar nógar auglýsingar út af einhverju handboltamóti eða að það sé niðurskurður af því að það voru ekki seldar nógu margar auglýsingar í kringum Eurovision af því að það var ekki stemming fyrir því síðast, skilu. Þannig að það líka bara ekki gott fyrir blaðamennsku hjá ríkismiðlunum, held ég, að vera háður þessum auglýsingatekjum. Ég rauninni hef ekki haft miklar ágjör af ríkisútvarpinu þessu samhengi. Það hefur miklu meiri áhrif hjá okkur þegar við að halda út í einkareknum miðlum með niðurgreiðslum frá auðmönnum í samkeppni við okkar fjölmiðil sem hefur litlar auglýsingatekjur með við útbreiðslu. Við náttúrulega bara þekkjum það að það verið að undirbjóða verð á auglýsingum til dæmis. Við þekkjum það að fyrirtæki sem nýtur niðurgreiðslu útgerðar manna sem rekur einu dagblaða prentmiðil landsins, einu dagblaða dreifinguna og ég að gefa út fríblað með verð á auglýsingum sem ég get ekki reiknað að standa undir sér. Þetta rauninni bara svona svolítið samkeppnismál. Varðandi ríkisútvarpið þá hefur það náð að halda á úti öflugri fjölmiðlun. Ég held að áhrifin af RÚV væri meiri þegar í svona ástandi eins og var reyndar að miklu leyti fyrir hrun. Þegar áherslan fyrst og fremst á að hvað maður einnar heimildablaðmennsku eða tveggja, það sem einn segir eitt, hinn segir hitt, það sem allt verður mjög grunnt og sjáum til dæmis bara með þegar það kemur einhver umfjöllun sem tekur einmitt segjum bara viku, 2 vikur, 3, 4 vikur jafnvel, eða meira að vinna og kannski óþægileg fyrir einhvern hagsmunaaðila sem hugsanlega tiltölulega vinsæll í samfélaginu, bara eins og fyrir bankana á sín tíma. Þá voru reyndar ekki mikla svona umfjöllunir vegna þess að eignarhaldi fjölmiðlum bauð kannski ekki alveg upp á. Þá lendir maður oft í því að það komið með mikrofón eða eitt símtal eða við tekið við e-maili eins og núna þar sem þessi hagsmunaaðili sem til umfjöllunar bara ræðist á fjölmiðlinn segir ýmislegt og þetta bara svona innhlíða blaðamennska sem á sér stað gegn fjölmiðli sem að að vinna þessa vinnu. Við þekkjum til dæmis bara af nýlegri umfjöllunum Carbfix og Orkuvituna. Á vísi.is þá teknar einhverja fréttir það sem eingöngu tala við aðalann sem til umfjöllunar. Það ekkert gefið færi, það ekkert leita til fjölmiðlis sem að einhver ansvör. Það svona eins og þetta sé svona samkeppni. En líka skilinlegt til að það náttúrulega bara auðvelt að þú tekur á móti einhverju yfirlýsingu og þú birtir hana. Freyja, má ég aðeins taka þennan bolta? Sko, þessi samstæða blaðamanna líka, skortur á henni og hvernig kannski hver nýðir skóinn að öðrum jafnvel í samkeppni á milli miðla og hvernig í stað þess þegar sko sögð frétt sem þjóðfélagslega mjög mikilvæg, samfélagslega mikilvæg og veitir valdi aðhald. Maður getur alltaf haft von á því að næsti fjölmiðill bara reyna að stróka út allt sem að maður tók mann vikur að berja saman í þessu sko, akkur er þetta svona frumstætt, akkur skilja íslenskir blaðamenn ekki mikilvægi samstöðunar í því þegar við þurfum að vernda okkar sameiginlegu hagsmuni sem eru undirstaða fagsins. Já, ég veit það rauninni ekki alveg sko. Ég náttúrulega að koma frekar nýjum í þetta umhverfi, er ekki blaðamaður, en það sem kom mér á óvart þegar maður svona stígur inn í hennan heim einmitt að samstæðan lítil. Þegar það ráðist á blaðamenn á einum miðli ofta ekki stuðningur frá öðrum, maður sér það í ýmsar áttir.
þegar við erum að tala brýn hagsmunamál stéttarinnar þá ekki unnið saman, það er engin plattform nema þá blaðamannafélagið sjálft sem að tekur sér saman og sendir til dæmis, í hagsmunagæslu gagnvart stjórnvöldum meðan það þekkist til dæmis á Norðurlöndunum og þá er til dæmis blaðamannafélögin með ritstjórum og útgefendum með svona ráð þar sem að þau taka saman í rauninni kröfur gagnvart stjórnvöldum eða taka sér saman ákveðin mál, ákveðina afstöðu gagnvart einhverjum aðilum eða ef það er einhver þróun sem er óæskileg fyrir stéttina eða fyrir blaðamennsku að það var tekið sér saman og þetta vantar algjörlega hér það er mjög lítil samstafa, lítið skipulag og það er nú eitthvað sem við höfum áhuga á í blaðamannafélaginu að bæta en það er ekkert hlaupið að því. Ég er ekki viss að það sé hlaupið að því mitt þegar það eru mjög mismunandi hagsmunir þarna baki, segjum til dæmis með fjölmiðlastyrki að hálfpartinn hafa ákveðin fjölmiðlafyrirtæki svona slegið höndin á móti að þetta sé of lítið og samframvegis. Ég geti ímyndað ykkur munin á því að vera með sjálfstætt fjölmiðlafyrirtæki sem þarf að vera rekið sjálfbært og það standa til búa endurgreiðslur á alltaf 25% af ritstjórnarkostnaði og það að vera með fjölmiðlafyrirtæki sem skiptir engu máli hvernig reksturinn er. Það kom alltaf penningar að heimnum ofan með úr hafinu eða hvaðan sem er. Þá er þetta í rauninni bara marklaust. Þú þarft ekki þá að halda. En þetta er rauninni óháð, ég teki þá umræðu út fyrir svega, en þú varst að tala bara vísi daginn og svo hefur náttúrulega verið mjög stórt þetta svo kallaða skæruliðamál sem að það er kannski lærdómur við heldum pressukvöld í blaðamannafélaginu þar sem við ræddum til dæmis það mál og það var rauninni sameiginleg niðurstaða að það hafi ekki verið nóg samstaða með þeim blaðamönnum sem voru gerðar sakborningum fyrir það eitt að stunda blaðamennsku. Polarisera við þurfum bara hreinlega eftir fjölmiðlum. Og það er eins og blaðamenn hafi ekki átt að segja á og mismunandi miðlum og þetta geti hent þá sjálfa. Nei, en það er náttúrulega það sem er kannski frábrugðið á Íslandi öðrum löndum sem dæmi, annað dæmi að ritstjórnarinnar er fyrirhandi mesti valdamaður í íslenskri pólitík sem stendur fyrir ákveðnar stefnur og tengsl og það eru ekki allir á Morgunblaðinu einhvern veginn undir áhrifum viðkomandi en þetta er fólki sem ræður inn á ritstjórnarnar og stýrir menningunni miklu leyti og svo held ég sé nú alveg eðlismunur á því á endanum voru með fjölmiðlum hverju sem stendur ekki undir sér sjálft og það er alltaf að koma einhverjir auðmenn og eitthvað jáfnvel bara dæmum þar sem auðmenn eru bara að leika sér með yfirtökur og noti einhverju svona samkeppni sín á milli þannig ég til dæmis bara hvernig þetta fór með DFF og Birting og allt það og, á milli Róberts Vestmann og Björgólfs Thor á Norðurlöndunum eru þó sterk útgáfufélög sem stýrist að einhverju leyti af stærðinni en svo hefur það líka bara áhrif að Ísland er svona auðlindaland það er ofta meiri áskorun lýðræðislega innviði í svoleiðis löndum. Sammála því en ég hef umfram það sem við höfum rætt núna þá mér finnst þessi svona infotainment væðing mér veist hún vera sterkari heldur en oftast áður því að kannski takið undir það með mér að við sáum það í kosningunum síðustu þingkosningum hvað stjórnmálaflokkarnir og frambjóðendurnir sjálfir svona notuðu poppið mikið, TikTok og samfélagsmiðla til þess að það var eins og þeir næðu betur til fólks í gegnum poppið, í gegnum léttleikan, í gegnum húmorinn og allt það og þetta með að afvenja þjóð við gagnrýna blaðamennsku, faglega sjálfstæða, hlutlega, góða, gagnrýna, erfiða blaðamennsku sem kemur við kaunin á fólki. Ég hef ágjörð af þessu. Ég er ekki viss að podcastin leysi
eða fylli þetta gat sem að mér hefur fundist, skapast að samstöðin með vissum hætti að ég tel mjög mikilvægur miðill en við erum ekki að vinna í eins öguðum frétta vinnubrögðum frá móti kvölds eins og maður hefur gert áratugum saman þegar maður var að vinna á þannig ritstjórnum. Mér dettur í huga af því þú ert Jón Trausti, hvað ár síðan ég labbaði inn í höfuðstöðvar Heimildarinnar og var þá að ganga frá bók meðal annars blaðamennsku og blaðamennsku sem ekki nógu góð að mínum mati. Besti vinur aðal. Já, og þá og í bókinni tala ég þessa jöfra þarna Inga, Helga og Þór Snæ og þeir eru allir farnir. Er það ekki frá þeir? Er ekki Helgi líka farinn? Jú, þeir eru allir hættir. Ingi á Ríkisútvarpinu. Já, akkurat, Ingi fór náttúrulega í stjórnmál. Já, en kann að vera að umhverfið eins og við höfum svolítið verið að ræða með gagnrýnum hætti að þetta geti leitt til atgerfis flótta úr stéttinni og hver þín skoðun? Já, það var nú ekki tilfellið þarna. Það var ekki þessu tilviki. Nei, þessum tilvikum. Það hefur náðst að byggja upp sterkan fjölmiðil og sterkt fjölmiðlafyrirtæki í því sem heitir Sameina útgáfafélagið eftir að Kjarninn og Stundin sameinuðust. Þannig að það vantaði ekkert upp á aðstæðu þar. Fólk náttúrulega bara með ýmsar ambísjónir í lífinu og sem getur byrst á ýmskonar hátt. Þér finnst ekki að bara þeir sem standa í svona útgáfu séu að gjalda fyrir einhverja svona samfélagstrenda samanber? Nei, við tökum bara aftur fylgjum peningunum þá hefur velta okkar fjölmiðlafyrirtækis aukist mjög mikið á síðustu árum, þá staðist á milli síðustu 2 ára. Þannig að það ekki vandamál þar. Mjög margt fólk greinilega að taka ákvörðun að styðja blaðamennsku með því að gerast áskrifundur. Og það þú veist, því að Freyja spurði áðan hver á að borga fyrir sjálfstæða eða óháða blaðamennsku. Það alltaf best að það sé bara almenningur sem gerir það með sínum ákvörðunum og með því að þá að votta að ekki að þau séu sammála öllum umfjöllunum, heldur bara að þau vilja það sé til sterkur vettvangur og það var alltaf markmið þegar við stofnum Stundina á sín tíma búið til rekstrarmódel sem væri ekki þannig að fólk væri hlaupandi eftir smellum eða hvað þannig heldur að það væri nægur tími í dýnamíkin náttúrulega allt önnur ef þú vinnur eftir því að þú býr til ákveðið trúnaðarsamband við lesendur með áskriftum en í smellunum alveg svo í algoritmanum á samfélagsmiðlum til skamms tíma þá getur það náttúrulega leitt til þess að það sé verið allt einhver allt annað, það sé verið að lokka fólk þó sé auðvitað hægt að gera það heiðarlega að vinna áhugaverða blaðamennsku þá býra til svolítið erfiðar aðstæður bæði fyrir blaðamennina og einhverju liti lesendur. Og þetta auðvitað hluti af sem ég var að tala með sem alþjóðlega vanda að það til svo mikið af fríu efni og ég meina Íslendingar tala mjög góða ensku þannig að það líka hægt að sækja mjög mikið af fríu efni og fólk kannski áttar sig ekki alveg á af hverju það þarf að borga fyrir áskriftarefni þó að ég held að menningin sé verða meiri fyrir því með fleiri og fleiri áskrifendur í dag en voru allavega fyrir einhverju síðan en þetta upplýsingaumhverfi svo miklu flóknara og samkeppnin athygli fólks meiri og þú borgar ekki fyrir TikTok sem þú skrólar niður kannski klukkutímum saman Nei. Ef maður byrjar að skróla þarf það bara hættir maður ekki neitt en það þarf svolítið að efla vitund almennings af hverju þetta gerast áskrifundur. Eitt af þessum dæmum það sem þú ert að nefna, þú ert að tala svona aðþrengavæðingu fréttafilmiðlunar þetta þetta eins og fyrir að segja þetta svolítið snýra gildismati okkar sem breiðshóps þjóðar við til dæmis buðum öllum við, það að segja ritstjórn Heimildarinnar buðum öllum formönnum flokka í framboði til Alþingis að svara spurningum, öllum sem mældust yfir einhverju x% fylgi
og einn þeirra allir með Bjarni Benediktsson, hann kemur kannski óvart að hann neitaði að koma í viðtal og svara spurningum. Já. Neitaði að svara skriflegum spurningum. Hann hefur komist upp með að velja sér blaðamenn í hópi viðmælenda og velja sér fjölmiðla. Kom heldur ekki að kappræðina. Og meðal annars vegna þess að það hefur verið skortur og samstöðu blaðamanna til þess að segja, nei, hingað ekki lengra, hann verður að tala. Já, maður spyrjar út í allavega, hverju svarar ekki spurningum þessara eða hinna, en mæti svo í hlaðvarpsþáttinn Af vængjum fram, þar sem á borða kjúklingavengi mismunandi styrkleika og svara spurningum af vægum styrkleika, myndi ég segja. Jú, vægum styrkleika. Sem enda stór skemmtileg þáttur, það er já. Við vitum það, sko. En þetta snýst ekki það að allt þurfa að vera háheilagt og þungt, sko. Það þarf að opna dyr fyrir breiðan fjölda inn í umfjöldunum stjórnmál. En viðhorf stjórnmálamanna og ekki bara viðhorf heldur hegðun stjórnmálamanna gagnvart fjölmiðlum á Íslandi líka afleitt, það verður að segjast. Og þetta eru ákveðnir stjórnmálamenn sem hafa leyft sér meira en það þekkist náttúrulega ekki víða að sko ráðherrar vel hringi inn á fréttastofur og húðskammi einhverja blaðamenn fyrir umfjöllun sem að þóknast þeim ekki eða láti aðstofamenn sína gera það eða hringi og vilji heimti að fyrirhugsun sé breytt, myndin sé ekki nógu góð og ég veit ekki hvað og ég vil í ræðustól Alþingis verið að við fengja ýmsa umfjöllun og ástæðunar og hvatirnar að baki henni og nú síðast, ég meina, nú veit ég að þú hefur verið mjög gagnrýnin á Morgunblaðið en Morgunblaðið hefur mjög góða umfjöllun fjárhag Flokks fólksins núna og þetta er auðvitað mjög fréttnæmt mál að stjórnmálaflokkur hafa verið að þiggja mörg 100 milljónir í styrki án þess að uppfylla reglur og þá sjáum við leiðtöfum ríkisstjórnir hjóla í fréttamiðlinn og kalla hann falsfréttamiðil. Ég meina, maður getur haft alls konar skoðanir á eignarhaldi en það er náttúrulega gríðarlega alvarlegt mál að kalla Morgunblaðið falsfréttamiðil og vil nú taka upp hanskan fyrir þá í þessum máli. En þetta er samt bara eitt dæmi það er kannski oftar í hináttina að við höfum séð gagnrýni á eins og heimildina og eitthvað slíkt, kannski sjaldnar að Morgunblaðið fá svona, en jú, ég held að Morgunblaðið fá það líka og samstöðin eflaust líka. Ég held að þetta reynir bara stóðundu það þau er ekki skamma á okkur, sko, það er bara óforbetranleg. Það er mikilvægt að sé til staðar fjölmiðlar sem eru ekki flokkstengnir, að það sé ekki hægt að afgreiða bara eða það sé ekki vænlegt að afgreiða heilu umfjallanir sem einhver svona hluta af einhverju hagsmunabaráttu eða því að við höfum séð að það er ákveðin halli í umfjöllunum Morgunblaðsins en það er líka bara allt í lagi. Fólk veit af því þetta er populismi sem þekkist náttúrulega bara að er á uppleið í heiminum. Já, og við sjáum það ekki náttúrulega mest í Bandaríkjunum og og var ekki Ingibjörg sem skrifaði mjög góðan leiðara þetta bara í síðasta blað. Jú, mjög góður leiðara það sem er í gangi í Bandaríkjunum og hvernig hefur verið systematískt ráðist gegn fjölmiðlum og blaðamennsku þar og sú aðför mun halda áfram því miður vestanhafs og spurning hvað áhrif það mun hafa á restina af heiminum og þessi uppgangur auka hægri afla í Evrópu líka, sko. En maður sér bara hvað stendur eftir þegar kemur að fjölmiðlum, hvað þolir þennan vind. Það eru miðlar sem áskrifendur stíða við sínum áskriftum, New York Times og fleiri miðlar. Á meðan miðl eins og Washington Post farin að bogna undan valdinu. Já, maður sá í gegnum eigandan Jeff Bezos. Hefur stoppað einhverja grínmynd, einhverja skopmynd. Jú, og stoppa fleira í aðranda kostningana. Það sem hagsmunatengslin eru þessi og það sem aldarsamþjöppunin er þessi. Og svo er það Norðurlöndin sem samangamanni finnst svona ríkistyrki almennt þá þá er það ein mjög góðu leið til þess að halda gangandi sjálfstæðum fjölmiðlum. Ef reglunar eru með þeim hætti að þeir styðji við það og ef það er gagnsæi og þetta er hlutlegt ferli, það er ekki geðþótti sem ræður en nú er það náttúrulega bara þannig að þetta er óöruggt, þetta er óvíst. Við treystum á það að það sé einhver ráðherra sem ákveður að framlengja í staðinn fyrir að þetta sé bara
haldi áfram til einhverja vex margar ára. Já, ég reyndar við náttúrulega ræddum við stjórnmálaflokka líka í aðdraganda kosninga og ég held nú að sé vilji hjá þessari ríkisstjórn að efla fjölmiðla áfram en kannski vilji til þess að fara yfir fjölmiðlastefnuna og þess áttar og kannski úthlutuna. Það vilji hjá einu flokknum eða ekki og einn á móti og annar svona báðamótum með könnun viðskiptaráðs. Já, með styrkina Viðreisn svaraði Blaðamannafélaginu allavega Blaðamannafélagið tók viðtölu við alla formið stjórnmálaflokka nemu Ingu Sæland, hún gaf ekki kost á sér það kannski er lýsandi fyrir afstöðu hennar ég veit það ekki, en bæði Samfylkingin og Viðreisn svöruðu í allavega spurningunni hvort að það ætti að halda áfram með ríkisstyrki að það ætti að gera það. Já, viðskiptara var með eitthvað svona próf þarna á vefnum hjá sér og þar kom fram þetta að flokkur fólksins var í andvígur ríkisstyrkjum til fjölmiðla og mér myndi nú að Viðreisn hefði verið hlutlaus þar en það getur verið að stemmingin hafi verið aðeins meiri í viðtali við Blaðamannafélagið en við viðskiptara heldur en það var svara til viðskiptaras. Ég hef trúið að við náum að sannfæra þessa ríkisstjórn að auka veg blaðamennsku í Íslandi. Við allavega gerum okkar besta í því Blaðamannafélaginu. Eina leiðin til að reka fjölmiðil í dag er þó bara að gera ráð fyrir því að það verði ekki ríkisstyrkir og tryggja sjálfstæði sitt þannig. Það sem er jákvætt maður þarf að huga því að núna er mánudagur og það er janúar og það er snjór og skammdegi og kannski færum við aðeins léttari í júní eða júlí en allavega ég. En það sem er þó jákvætt núna er það að maður hefur séð verða til vilja hjá almenningi á seinni árum. Ég ætla ekki að segja neitt gott íslensk stjórnvöld og þeirra hugmyndir íslenska fjölmiðlun. Þau allt niður sig að mínum mati. En almenningur er blessunlega aftur að öðla skilning á því að fréttamennska, vandaðar fréttir, það er eðlilegt að þær kosti eitthvað. Og þegar þetta var allt borið uppi á markaðshagsmunum einum fyrir nokkrum árum og við fórum að trúa því, almenningur fór að trúa því í mörgum löndum að hann þyrfti ekki að borga neitt fyrir þessa grunnstóð sem blaðamennskan er. Hún er á pari að mínum mati í mikilvægi við bara lækna, hjúkrunarfræði, kennslu, bara fagleg upplýsing sem ræður því hvernig fólk greiðir atkvæði sín, hvort fólk býr í spilltum ríkjum eða óspilltum. Það skiptir öllu máli að heimur blaðamennsku í hverju ríki sé sterkur og öflugur. Og eru ekki sammála mér með það að samanber þetta sem þú ert að nefna, Jón Trausti og við höfum orðið vör við hér á Samstöðinni, það er hellingur af fólki sem greiðir okkur áskriftargjald núna hóflegt, 2.500 krónur á mánuði, hefði sennilega ekki gert það fyrir 5 eða 10 árum. Það er að skapast nýr skilningur, ekki satt, þetta. Líka kannski bara fólk orðið vant því að borga fyrir hluti á netinu, bæði hluti og þjónustu og svoleiðis. Áður var þetta kannski svona en ég get ég get alveg nefnt sem dæmi að ég var að vinna á TVF 3 sinnum og fyrir hvað að segja, alltaf hafi ekki verið svona 2008, 9, 10 þá voru færri áskrifendur á TVF heldur en að heimildin í dag. Þannig og það er yfir 80% af rekstrartekjunum hjá áskriftartekjur. Já, vel yfir það og þannig að ég held að það er einhver leita auka skilningur á þessu og svona einhvern veginn þolinmæði fyrir að þurfa að greiða fyrir svona gott efni sem að þú vilt aðganga og líka bara ég held að þessi margir sem eru áskrifendur bara eiginlega sem hugsa það frekar sem styrk heldur en endilega að vera að fá eitthvað í staðinn fyrir það. Og það er nefnilega mikið þannig og við hefum gert kannanir á þessu og mikið þannig að fólk kaupir áskrift til þess að styðja við óháða blaðamennsku frekar en endilega snúast efnið framtílu en þetta er líka bara held ég eitthvað sem fólk mun fara að velta fyrir sér enn meira í framtíðinni. Það er ef ég borg ekki fyrir upplýsingarna sem ég fæ fyrir þá að gera og af hverju.
og það er alveg eitthvað sem kannski þarf að halda áfram að halda að fólki er að það gerir þetta, það stiði við blaðamennsku með framlögum, með áskriftum. Mér finnst gagnrýnir blaðamenn oft fá meiri stuðning frá almenningi heldur en öðrum blaðamannum. Það finnst mér mjög áhugavert. Og það er eitthvað sem við getum kannski rætt í næsta þætti. En kæra þakkir. Já, það er nóg að taka einmitt og hvort sem að þessi þáttur verður vikulega á dagskrá eða ekki, hvort sem hann mun heita fjölmiðlavaktin, fjölmiðlahornið eða bara blaðamannskan dauð. Þá þakka ég ykkur kærlega fyrir komuna, Jón Trausti og Freyja. Búið að vera mjög skemmtilegt og áhugavert að hafa ykkur hér í þessu skrafi. Og takk hlustendur og áhorfendur fyrir að fylgjast með umræðinni. Vonandi finnst ykkur hún áhugaverð og ekki fara langt, við komum hér með allt öðruvísi efni eftir andartak. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is